næst ég með hérna heima frá sko, þetta mjög áhugavert sko. Við sjáum þar Facebook-færslu frá fjölmiðlakonunni Snærósu Sindradóttur. Hún skrifaði á Facebook og taggaði Matthías Már, dagskrárstjóra Rásar 2. Samningar hafa náðst við dagskrárstjóra Rásar 2 2 tíma langa útastætti átrúnaðargoðið mitt Beyoncé. Þeir verða pakkaðir tónlist frá henni og hennar áhrifavöldum sem spanna allan skalan í músík frá Beatlesum og Led Zeppelin til Grace Jones og Nina Simone. Og ávextir Beyoncé, sítrónur, hunang og spjöld sögunar á Rás 2 hvítasununa og þarna skot úr spjalli þeirra þar sem að Matti, dagskrárstjóri Rásar 2 spyr, varstu komið nafn? Ég að byrja á samning og það þarf vist eitthvað að standa í honum. Já, ávextir Beyoncé, sítrónur, hunang og spjöld sögunar. Negla, ok. Sko, það sem ég ætla svona ræðum þetta, sko ég teka fram, Snærós Sindradóttir frábær kona, frábær blaðakona, frábær fjölmiðlakona og hefur verið að gera frábær hlaðvörp líka og Matthías Már snillingur, gamall X-ari af X977 sem var á endanum dagskrárstjóri Rásar 2 en gagnrýni mín snýr á engan hátt að þeim tveimur sem persónum eða þeirra störfum per se heldur að það sem við erum að sjá hér sem sagt birtingamynd þess að ríkissjónvarpið, ríkisútvarpið sem kostað af okkur skattgreiðendum meðal annars okkur sem að störfum hér og starfrækjum hlaðvarpsveituna Broadcast, við borgum fyrir þetta að þau eru á fullum þunga í því að framleiða hlaðvörp í samkeppni við einkarekinn markað hlaðvörp sem eru svona tiltölulega nýlegt fyrirbæri í fjölmiðlaflórunni það er ekki sko mörg ár síðan þetta tók allan á flug á Íslandi, þetta reyndar alveg áratugs gamalt format þannig séð en þetta hefur verið að vaksa mikið á undanfarnum árum og það er aðalega einkageirin sem hefur verið í þessu en RÚV ákveður að hoppa á lestina fyrir peningana sem við borgum að fara í beina samkeppni við einkaaðila á þessum markaði og þarna sjáum við sko handhafa fjármaksins, það er að segja dagskrárstjórinn á Rás 2 sem að ákveður sko í hvað peningarnir fara hann ræður dagskrárgerðarmenn og ákveður hvernig þessu varið að þau eru svona að slengi upp sko varstu með eitthvað nafn á þetta pródekt ég er nefnilega að skrifa upp samningin sem að sko réttlættir fjárútlátin sko frá skattgreiðendum og það þarf víst eitthvað að standa í honum, þú veist, ávextir Beyoncé, sítrónur, hunang og spjöld sögunar. Ekki að fá einhverja moninga fyrir þessu frá skattgreiðendum? Jú, neglum það. Þetta kemur svo spáns fyrir sjónir, sérstaklega þegar maður sjálfur að starfa í þessum geira, það er þetta fyrir hinn almenna hlustanda sem bara fagnar því að fá góð hlaðvörp. Ég skil það alveg vel, en það svolítið skakt að þessi góðu hlaðvörp séu framleitt fyrir peninga okkar allra skattgreiðandana á meðan að við erum með markað, einkarekinn markað sem að berjast í bökkum að halda út í þessum business og þetta bara eins og með allan annan sko ríkisrekstur á svona fyrirbærum sem að einkamarkaðurinn getur algjörlega séðum við vitum að það er galið að pæli að ríkið væri til dæmis að reka sko matvöruverslun eða ríkið væri að reka fataverslanir af því að við erum einkaaðila sem í því og af hverju ætti ríkið þá að standa í slíkum business. Það er nákvæmlega sama sem á við hlaðvörpin sem að eru nýlunda hjá RÚV þannig séð, þetta er bara viðbót og auka kostnaður í ásreikningum ríkisútvarpsins bara hlaðvörpin sem að hafa dottið núna inn með ábyrjandi hætti og svona komískt að sjá þessa tvo starfsmenn ríkismiðilsins vera svona að grínast með það sko hvernig þetta kemur til og það hent upp samning til þess að kosta fjárútlátin og við þurfum auðvitað eitthvað nafn á helvitistáttin það bara ávextir Beyoncé sem líka sko að því að Beyoncé auðvitað menning
og að Rás 2 hefur hlutverk að gegna sem svona menningar, en ég hefði nú haldið sem þetta Rás 2 ætti að fókusa á íslenska menningu og það er að segja við erum að reka hérna íslenskt ríkisútvarp til þess að íslensk menning hafi einhvers konar heimahöfn til þess að fá dreifingu og fá athygli, en þá er verið að fjalla bandaríska R&B soul-söngkonu Beyoncé í sérstökum þætti sem að kostaður af okkur skattgreiðendum. Er ekki bara, þú veist, er ekki eitthvað galið við þetta? Jú. Ég myndi halda það. En Hallgrímur Helgason, hann segir að þetta sé geggjað, algjört gegg, hans kommentar fyrir neðan. Og já, auðvitað, bara alveg geggjað að við séum að eyða peningunum okkar í þáttum Beyoncé á hvítasunnu helginni. Er að, já, svo veit ég auðvitað fjölmarga íslenska tónlistamenn sem vildu gjarnan fá slíka umfjöllun en fá ekki á sama tíma. Þannig að þetta er svona, sko, veltir upp þeirri spurningu, hvort að það þurfi ekki hreinlega eins og oft er talað að skilgreina þetta hlutverk ríkisútvarpsins örlítið betur. Ég held það.